Það ætlum að halda áfram í föstudagsþættinu sem við tökum hérna upp í Pakkhúsinu í innbænum á Akureyri og næst komið að því að tala aðeins nám í náttúrulækningum en heilsumeistaraskólinn 3 ára nám og við ætlum að fræðast skólann og kannski aðeins náttúrulækningar. Verið velkomnar, Stöllur. Byrjaðu aðeins á því að kannski segja okkur frá heilsumeistaraskólanum. Hvers konar skóli þetta? Já, þetta 3 ára nám í náttúrulækningum og við erum í Reykjavík en erum dreymir smá útibú hérna fyrir norðan. Þetta sem sagt svona lotunám og fjarnám og við kennum grasalækningar, náttúrulækningar og ýmislegt svona, það ýmsum sviðum, mörg hérna mismunandi svið og svo notum við auggreiningu sem greiningaleið. Þau læra að lesa í augun sem sagt. Þeir sem eru í skólanum, það er allir sem fara þá leið? Já, og allir nemendurnir eru teknir í mikið prógram sjálfir, þannig þeir þurfa að prófa allt sem læra á eigin skinni og fá sjálfur mikla greiningu. Og þú ert búin að vera að læra? Já. Þú hefur farið í gegnum svona nám? Já, ég hef farið í gegnum þetta 3 ára nám. Tók það á 4 ára reyndar, tók aðeins lengra. Og þetta mjög skemmtilegt og maður uppgötar alveg óbúslega margt nýtt sjálfan sig og hvernig maður getur bara unnið með sig. Og ég náði náttúrulega ótrúlegum tökum á minni heilsu. Ég fór bara af því að ég var óvinnfær. Þess vegna byrjaði ég í skólanum og ég var ekki alveg tilbúin að hætta öllu því að mér er svo gaman að lifa. Og ég í dag reki fyrirtæki og vinn 10, 12, 14, 16 tíma á dag, meiri hluta ársins. Þannig að þetta breytti ekki bara því að þú náðir í menntun heldur bara gjörbreytti í lífið þínu? Já, það gerði það. Einhvern tíðan hitti ég þig og þá fannst mér svo áhugavert þú varst að tala bara þú getur séð þar hreinlega ekki bara á öllum skrokknum heldur hárinu líka. Já, já. Af því að við notum það sem heitir lifandi fæði og lækningafæði og lifandi fæði snýst það að þú færð hámarksnýting út úr öllu sem þú borðar. Þannig að ég nota mikið hveitigras og við vorum að tala alltaf hveitigræsi þá og þegar maður drekkur til þess hveitigras hverjum degi og fer út í lifandi fæði að þá færðu aftur litin á hárinu þínu. Þú varst þess að búin orðin ansi gráhærð, þú sýndi með mér sér að mynda þig. Já, það var eiginlega litlu það var ekki einu sinni grátt, skilur. Það búið að falla þess að konu með silfurgrátt hár en það var ekki þannig. Nei. En þessi skóli búin að vera í gang síðan 2007 og hvað eru margir sem eru búin að fara í gegnum þetta nám, veistu það, cirka? Við hefum útskrifað sem sagt 3 árgang og það svona 15, í kringu 15 meðaltali sem útskrifast. Við tökum alltaf aðeins stærri hópa inn, en það dettur út eins og gengur að gerist. Og það margir hérna fyrir norðan. Já. Hvers vegna hafðið þú þennan mikla áhuga og þá áhuga til þess að stofna þennan skóla? Ég lærði sem sagt náttúrulækningar og lithimnugreiningu það næstu 20 ár síðan ég byrjaði því og það nú bara svona að ég svona í hjarta mínu alveg hrikalega mikið fyrir náttúruna. Ég bara elska náttúruna og ég hef svona þessa tengingu við náttúruna og trú að hún geti hjálpað okkur og þar séu öll svörin sem við þurfum. Og ég leitaði mikið að svona náttúrulega leiðum þegar ég börnin mín bara til að fá aðra lausnir heldur en sýklalyf. Stoppaðu þess hjá þessari lithimnugreiningu. Hvað, svona svo útskýra fyrir okkur, hvað gerist? Já, augað bara kortlagt, líkaminn kortlagur í auganu og hvítunum, það ekki bara lithimnan, það líka hvítan í auganu sem þessar línur sem við sjáum stundum í auganu sem segja okkur hvar álag í líkamannum. Þannig að þú ert að lesa til heilsu sem gegnum augun? Já, akkurat, bæði líkamlega og andlega og það skiptir líka máli, öll heildin og það sem að við stöndum fyrir að vinna heildrænt, vinna með alla heildina. Þetta hefur verið svolítið í gegnum tíðina að minnstakosti upplifum að einmitt þetta sé svolítið búið að taka þetta mikið í sundur í læknavísindunum að minnstakosti. En það finna allir fyrir því að þú veist, ef þú ert stressaður þá finnur það í öxlunum eða hausverk eða eitthvað þannig að þetta nú kannski ekki ofsalega aðskilin fyrirbæri eða hvað. Alls ekki. En læknisfræðin hefur svolítið einmitt svona tæknibyltingin hafði þessa tendensa til að taka allt í sundur og vísindin taka allt í sundur. En það kannski bara komið núna tími til að fara að líta meira á heildina og vinna með þetta allt saman. Og það sem við sjáum í augunum hvað á bak við sjúkdóma. Ég var svolítið að hugsa þetta í gær, sjúkdómar, þetta ekkert sérstaklega gott orð, það vill enginn láta dæma sig. Hérna einmitt, án fordóma, Þannig að við viljum bara byggja upp og að fá sjúkdóma heldur ekkert mjög jákvætt fyrir mann eða þægilegt og
ótti og kvíði hefur ekkert mjög góð áhrif á mann. Þannig að það er betra bara að vinna að styrkja og gera heilt. Hefur ekki verið barátta að sannfæra fólk að þetta sé góð leið til þess að ná bata og fara þessa náttúrulegu leið? Það er óbúslega mikill áhugi fyrir því. Það er alltaf einhverjir sem að vilja standa vörð vísindin og gera lítið úr okkur, en það er bara þannig. Við þurfum ekkert að láta það trufla okkur mikið. Við vitum að við erum að gera rétt. Náttúrulækningar er það sem er búið að vera að nota í mörg þúsund ár og það hefur sýnt sig og sannað í gegnum þessi mörg þúsund ár. Það eru mjög fáir sem deyja út af náttúrulækningum, mjög fáir. En þetta er mikið breyst finnst manni í umræðinni, en áður en að við þurfum að tala eins þið eru sérst hérna fyrir norðan núna og eru með opin dagar það ekki hér og kynningar á náminu. Já, við erum með á morgun í Orkulundi, þar sem við kallum opin dagur heilsumeistara, þar sem heilsumeistaraskólinn og nemendur og útskrifaðir heilsumeistara hérna fyrir norðan verða með fyrirlestra. Það eru bara fyrirlestra allan daginn frá 11 til 3 allt mögulegt skemmtilegt. Það er meðal annars aukreiningu, lifandi fæði. Kristín verður með lifandi fæði. Það verður hvernig gerir maður heilsuprógram fyrir fólk, jurtir og fleira spennandlegt. Og svona kannski að lokum, hvað myndir þú segja við eitthvað þetta núta? Því þú ert nú búin að fara í gegnum þetta og þetta er gjörbreytt lífið þínu að fara, já ekki bara í námið heldur að breyta kannski lífstíl. Hvað myndir þú ráðleggja ykkur sem er svona ætti að? Ég myndir ráðleggja að koma á morgun, kynna sér þetta og hiklaust stökku hérna skóla, þetta er algjör snild. Ef maður hefur sko tíman og smá pening og viljan til að sinna sjálfum sér, þá er þetta svona eiginlega besta leiðin sem ég hef enda rekist á, það er að gera þetta. Af því að þú prófar alltaf sjálfum þér. Dásamlegt. Og þið eru með heimasíðu, er það ekki? Já, heilsumeistaraskólinn.com. Já, fyrir þá sem að vilja kynna sér betur bæði á morgun og þannig. Já, og það líka reyndar 25 hollaráð heilsumeistaraskólans inn á heilsumeistaraskólinn.is. Ok. Það er það ekki bara? Jú, og ekki bara fara inn í köku þar? Já, hvernig er það? Þú fórst með hérna Kornkökur. Kornkökur? Þetta er það sem þú ert að gera og ert að fara að tala kannski morgun vonandi fæði eða? Já, aðeins. Þetta er sem sagt hráfæðikaka sem að þau í fiskkompaníinu nýjabúðin er að selja fyrir mig og havraklattar sem var bara komið úr opninum. Þetta er fyrsta tilraun, þannig að þið eru bara spennandi. Og Silva veitingastæðurinn hérna í Eyjafirði opnun síðan í júní. Já, 1. júní. Og ég get nú alveg mælt með því fyrir fólk að kíkja þangað. En ef ekki bara fá okkur bit og fara í ölsíkur. Er þetta ekki alveg fyrir komuna? Takk sem leiðis. Amen, amen.